Núna nefnilega þangað komið í dagskráni að við ætlum að fara kynna til sögunar leynigest dagsins. Það eru leynigestir á öllum betri hófum eins og þið vitið. Næst samkvæmt skipulagðri dagskrá átti að taka til máls Elín Árnadóttir, aðstoðarforstjóri Isavia. Hún ekki hér í dag, en við erum með staðgengil hennar sem heitir Jón Karl Ólafsson sem framkvæmdastjóri flugvallarsviðs hjá Isavia og hann ætlar að koma og segja okkur frá þeirra nálgun á þessa hluti og hvað þeirra vinna snýst þegar kemur á millilandaflugi á þessa flugvelli. Gjörðu svo vel, Jón. Góðu gestir, ég heiti ekki Elín eins og þið sjáið. Gott fyrir Elínu væntanlega, en svona þetta nú bara. Það búið að vera mjög áhugavert að hlusta á orðræðuna það sem af í degi. Ég náttúrulega búin að koma víða við í þessum bransa og sést á svona örfá okkur áhárum sem eru komin að upp. Og eitt af þessi, ég að fá svona símtöl utan á landi þar sem að menn eru mjög reiðir og segja mér, af hverju kemur ekki bara með farþeganinga norður, eða austur, eða vestur? Og ég segi, þetta alveg ágætt, þetta svona svipað eins og næst því þið farið til London, að þá hringi maður í einhvern þar og biðja hann að snúa vélinni til Bristol því að það orðnir margir ferðamenn í London. Þetta virkar náttúrulega ekki þannig að við sendum farþega eitt eða neitt. Það komið fram í morgun, þetta snýst náttúrulega fyrst og fremst markaðssetningu og það það sem við erum að reyna að gera hjá Isavia og mér langar aðeins að fara yfir svona hvernig við okkar áherslur hafa verið að breytast og hvað það sem við erum að gera í þeim málum. Aðeins framtíðarsýnina hjá Isavia. Við erum búin að vera að minna mikið í skipulagi. Isavia náttúrulega gríðarlega vinsælt fyrirtæki eins og við vitum landa allt. Aldrei umdeilt hvergi sem menn koma. Auðvitað víða komið við og það miklir hagsmunir í húfi þar sem við verðum að vinna. Ég segi nú stundum að mönnum hálfgerð vorkunn. Fyrir nokkrum árum síðan voru menn að velta fyrir sig hvað mikið aukning ferðamanna yrði og hvað þyrfti mikið að gera í Keflavík til að taka veð í. Og eitt stórt flugfélag var að spá því að það gæti orðið 15% á ári og mönnum þóttu það nú helviti mikið í lagt. Heims aukning á ári öll þessi ár. Hugsaðu ykkur öll þessi ár sem við erum að tala um síðustu 5 hefur heims aukning í ferðamönnum verið í kringum 5%. Þannig Isavia tók það djarfa skref að rekna 10% aukning á ári. Mönnum þótti það nú svona heldur mikið. Ég hefði séð mannin sem hefði staðið upp fyrir 5 ára síðan og sagt ég ætla að rekna með 35% aukning á ári. Ég held að sá viðkomandi hefur verið settur inn á hæli í fangelsi eða bæði. Þetta auðvitað gríðarlegt verkefni sem við erum að vinna í að taka á móti öllu þessu fólki og eins og komið hefur fram að innviðirnir hafa ekki jafnvel verið haft undan að taka við. En við höfum skilgreint hlutverk Isavia sem hluta af ferðaþjónustu. Það mjög mikilvægt að menn átti svo því að Isavia ekki ríkisfyrirtæki í þeim efnum að það sé verið að eiga þarna með ríkisfé nema litlu leyti. Þetta fyrst og fremst þjónustufyrirtæki. Við erum að reka flugvelli. Flugvellir eru orðnir í dag víða í Evrópu einn stærst vaxandi atvinnugrein að reka flugvelli. Það í Evrópu undanfarin misseri. Og við verðum að fara að koma okkur inn á það átt okkur á því að flugvellir eru tækifæri. Það gríðarleg tækifæri bundin í flugvellin eins og hér á Akureyri og eins og Egilsstöðum og víðar um land. Og Keflavík sýnt það svo umhugsunar að þetta gríðarlega mikil tækifæri sem þarna skapast. Við erum líka í flugleiðsögu, en þetta fyrst og fremst þjónustufyrirtæki. Og við skilgreinum það líka að vegna þess að þetta eru þjónustufyrirtæki þá erum við að koma með einum öðrum hætti að ferðalögum 30 milljón farþega. Það eru 30 milljón ferðalög sem við erum að þjóna. Ástæðan fyrir því að við erum að tala um þetta svona það að við skulum bara taka flug eins og í morgun. Ég flög hérna með flugfélaginu í morgun. Ég var mættur rúmum hálftíma fyrir brottför á flugvöllin, sat á þessum ágætis flugvelli og flottustu flugstöð í Reykjavík, óumdeilt. Flög síðan í 30 mínútur og þá tókum við aðra 10 mínútur á flugvelli hinum megin. Það einfaldlega þannig að af ferðalögum sem fólk fer í, þá dvöl á flugvöllum og tenging flugvalla og þjónusta flugvalla ekki minni tími heldur það fólk að fljúga í sjálfu ferðalögum. Það hefur mörg dæmi það að vond þjónusta á flugvelli eyðileggi ferðalög fyrir fólk. Við verðum bara átt okkur á því að
upplifun ferðamanna á landinu meðal annars að byggja á því hvernig við tökum á móti þeim á okkar flugvöllum, hvernig við tökum á móti þeim í okkar flugvélum og síðan hvernig við tökum á móti í okkar landi. Þannig að við hjá Isavia erum hluti ferðaþjónustu. Við erum bara hluti af þessum pakka og erum að vinna þetta með ykkur og þetta er alveg jafn mikil hagsmunir fyrir okkur eins og ykkur að þetta gangi vel. Þetta er eiginlega ótrúleg saga hvað hefur verið að gerast. Fyrir nokkrum árum síðan var þetta tiltölulega þægilegt, það var bara eitt flugfélag og við vissum alveg með hverjum átt að fljúga. Í dag það orðið þannig að þetta er orðið heldur meira. Það eru 26 flugfélag sem fljúga til Íslands að sumri til núna og ég var að sjá núna að Finnair að tilkynna til dæmis á næsta ári, þannig að þetta virðist halda áfram með þessi fjölgun. Og þarna eru farin að sjást núna stærstu flugfélög í heimi og þetta er gríðarleg aukning sem átt sér stað. Og það sem er kannski jákvæða við þetta líka það að þetta er ekki bara orðið yfir sumarið, heldur vöxturinn yfir veturinn síst minni og í dag verið að rekna með því að það verði í raunverulega 12 félög sem ætla að fljúga hér allt árið í kring og flugfélög sem eru býsna stór eins og Delta að bætast í hópinn, Vueling að bætast í hópinn, þannig að það orðið mikil ferðalög og mikið af árangri sem að nást í markastarfi við veturinn. Við gleymum því oft þegar við erum að tala um Keflavík og við erum að tala um dreifingu ferðamanna og við vorum að ræða ég og Benedikt á hvernig dreifum maður ferðamenn, það er þetta svolítið áhugaverð pæling. Þetta er fólk, þetta er ekki pakkar, það kom frá hjá Þóri líka. En við erum náttúrulega bara að keppa við heiminn og þegar við erum að ræða við flugfélög þá eru flugfélögin að bera saman aðra valkosti í sínum markastarfi. Ég vann nú 5 ár í Þýskalandi og hélt þar að vinna mín myndi félast í því að það sem allir í Þýskalandi vita allt um Ísland og vita nákvæmlega hvernig þetta á allt að gera og ég hélt í alvöru að mín vinna væri að vera út á flugvelli og loka vélunum áður en fylltust of og þetta því svona þægileg innivinna. Svo kem ég þarna út og þá ég alltaf fann að ræða við menn hvort þessu Eskimóar á Íslandi ennþá. Og þetta ekkert mjög langt síðan þó nokkur ár, þetta var í kringu 2000 sem ég kem tilbaka. Við erum ekkert rosalega þekktur áfangastaður, við erum ennþá að berjast við það að menn vita lítið um landið og aftur flugfélög hafa aðra valkosti og flug til Íslands tekur 8-9 klukkstundir og valkostundir gæti verið 3-4 tíma ferð innan Evrópu. Þannig að það að samfara flugfélög að koma hingað ekkert algjörlega sjálfgefinn hlutur. Þannig að ég held við getum verið mjög stolt af því starfi sem við erum að sjá með öll þessi flugfélög komin inn. Enda Ísland auðvitað hraðast vaxandi markaður sem verið hefur í raunverulega nokkru ferðaþjónustu, að minnsta kosti norðan Alpafjalla. Mér langar samt aðeins að koma að einu því að við erum að ræða hér um millilandaflug og það alveg frábært að gera það og ég held að séu gríðarlegu tækifæri þar. En við verðum og megum aldrei gleyma því að það líka hér kerfi sem heitir innanlandsflug, sem okkar almenni samgöngukerfi. Við erum með þannig kerfi hér á landi, við erum með nokkra vegi og þar keyra bílar og rútur, menn geta gengið og hjólað sumir, stundum á skíðum og síðan möguleikar að fara með flugi. Aðra möguleiku höfum við ekki, við erum ekki með lestir, þannig að þetta okkar hraða samgöngukerfi. Þetta gríðarlega umdeilt kerfi, ég ætla ekki að fara út í umræður um Reykjavíkurflugvöll eða ekki Reykjavíkurflugvöll eða hvað að gera. En það sem auðvitað sláandi það að það hefur verið nær samfelld fækkun farþega í innanlandsflugi núna síðustu 5-6 árin, þó að sé jákvætt að segja það að núna á þessu ári erum við loksins að sjá afturaukningu. Það verður að snúa þessari þróun við. Þó ég fáum hér 2-3 millilandaflug jafnvel á daginn á Akureyri, þá get ég alveg sagt ykkur það verður ekki hægt að reka alvöru flugvöll á Akureyri með það eitt. Við verðum að muna að það verður að tryggja innanlandskerfi líka. Ég tengist aðeins þessu leiðuþróunarsjóði. Ég lagði það svolítið áherslu þar að menn myndi horfa á líka möguleikana því að skoða að styrkja flug beint frá Keflavík út á land. Menn vildi ekki gera það þessu stigi. Ég held að það væri líka góð hugmynd. Það eru fleiri þúsund ferðamenn á hverjum einasta degi í Keflavík. Að fara þangað inn og fara tappinn á þá gæti nú verið ágætis hugmynd líka. En fyrst og fremst verðum að tryggja það að innanlandsflugið haldi og við missum það ekki niður. Og við verðum að styðja það við uppbyggingu þessara gátta en síðan örugglega þetta hluti af millilandakerfinu. Þetta líka mjög mikilvægir varaflugvellir fyrir okkar kerfi og við megum aldrei gleyma því að þetta gríðarlega mikilvægt fyrir hvert stað fyrir sig. Þannig að við höfum sett okkur þá framtíðarsýn og ég veit að þetta svolítið bratt og sem mér finnst þetta kannski svolítið, bjartsýn í þessu. Við eigum að stefna 1 milljón farþega innanlandsflugi aftur, finnst mér. Við vorum með þessa farþegatölu 2008.
Við erum núna kringum 760.000. Nú er ég að telja það svolítið oft því að við teljum farþega komi og brottfara farþega. Þetta er ekki milljón hausar sem slíkir eða einstaklingar. Við erum hins vegar líka með gríðarlega þekkingu í Keflavík. Það er búið að byggjast upp mikil þekking þar á millilandaflugi og við erum farin að samþætta núna þá vinnu sem þar er með því sem við höfum kallað núna undanfæri Regional Airports sem við blöndumst þá saman Akureyri og Egilsstöðum sem flugvelli sem eru þá okkar millilandaflugvellir utan Keflavíkur. Og þar hefum við bara sett stefnuna á einfallega að þar verði 300 til 500.000 farþegar á ári eftir eitthvað svona 5 til 10 ár. Bara til samanburðar, ég held að Akureyri sé í dag 160.000 og Egilsstaðir eru undir 100.000. Þannig að þetta er háleitt, en þetta er alveg hægt. Það eru gríðarleg tækifæri framundan, þessi flugþróunarsjóður, hann mun eflaust skila árangri, en bara það líka ef við höldum áfram að sjá aukningu hingað til lands bara á farþegum sem koma. Við erum líklega að renna í 2 milljónir fljótlega á næsta ári. Það er ekkert langt í 5 milljónir. Ég veit að talan hljómar svolítið hræðilega þegar við erum allar með klósett fyrir 2 milljónir, hvernig ætlum við að taka á móti 5. En þetta er að koma, þetta er í okkar höndum að þetta gerist. Ég reyndi að treysta okkur líka svolítið til að klúra því, að það er önnur umræða. En eftir 10 ár, 5 milljónir ferðamanna, ég get alveg sagt ykkur það að þeir eru ekki allir að lenda í Keflavík. Bara það að það eru farþegar sem eru að koma í annað, þriðja, fjórða skipti til landsins, 10-15% af þeim, þá er þetta orðið 500 til 800.000 farþegar sem eru að koma í annað og þriðja skipti og þeir eru tilbúinir til að dreifa sér. Ég get alveg sagt ykkur það. Það hefur komið fram hér áður, þetta er langhlaup og við megum aldrei gleyma því að það er það. En samstarfi við ykkur er lykill. Við höfum verið í samstarfi við markaðsstofurnar hérna bæði Austurlandi og Norðurlandi. Þessi vinna hófst í raunverulega árið 2002 þegar Keflavíkurflugvöll fór fyrst á Roots í Europe. Við sendum Akureyrarflugvöll, kynntum hann til leiks árið 2011 og síðan fórum við núna í fyrsta skipti með það sem við kallum Regional Airports, þar sem við erum raunverulega með bæði Akureyri og Egilsstaði og með markaðsstofurnar með okkur. Markaðsstofa Norðurlands fór en markaðsstofa Austurlands vinnur með okkur mjög þétt og þetta samstarf er gríðarlega gott og jákvætt. Við erum líka farin að taka þátt í West Norden og Mid-Atlantic að kynna bara þessa möguleika. Þarna eru vellir sem hægt er að fljúga inn á, kynna þennan flugþróunarsjóð. En það er mjög mikilvægt að menn átti sig á því, aftur talandi aðeins úr flugfélagageiranum, það að fljúga inn á annan stað heldur en Keflavík er hugmynd fyrir þessa aðila. Það þarf að selja þetta sem hugmynd. Það er ekki ennþá búið að byggja flugvöll á Íslandi sem dregur til sig fólk. Það er ekki nóg að lengja flugbraut upp í 3000 metra. Ég heyrði daginn einhvern sem hringdi í mig og var brjálaður við því að við varum að koma í veg fyrir flug inn á Akureyri því það vantaði flughlað. Það er ekki ennþá búið að byggja flughlað í heiminum sem dregur til sig flugvél. Þetta er spurning um orsök og afleiðingar. Við þurfum á þessu að halda, en Akureyrarflugvöllur og Egilsstaðaflugvöllur geta tekið við miklu magni af millilandafarþegum áður en við lendum í vandamálum með vellina sem slíka. En það þarf að kynna fyrir þessum flugfélögum þetta sem eitt markaðssvæði. Hvað er það sem er 2-3 atriði sem að selja Austurland, Norðurland, af hverju? Hvað er það? Betri Reykjavík, sagði okkur, það er kannski bara smakksak. Við erum búin að setja upp okkar heimasíður byggðar á því að flugþróunarsjóður er það vel kynntur og flugfélög hafa þar upplýsingar, bæði tæknilegar upplýsingar og fleira. En verkefni núna er að fá flugfélögin til að koma inn á heimasíðuna og þau kom ekki þangað inn nema við seljum þá hugmynd að það sé áhugavert að gera það. Við erum í samtali við mörg flugfélög, búin að senda þeim upplýsingar og þeir eru allir mjög kurteisir og þakka kærlega fyrir upplýsingarnar en síðan er bara að halda áfram að vinna. En aftur, ekki gleyma því. Þetta er fyrst og fremst hugmynd um áfangastað. Í raunverulega komum við alltaf að sama hlutnum. Þetta er spurningu lykillinn er samstarfið. Það er það að við ætlum að reyna að vera með Austurlandi eða Norðurlandi í samkeppni um einhverja farþega, það finnst mér mjög slæm hugmynd. Ég hef verið að vinna með báðum stofunum og mér finnst æðislega gaman að sjá hvernig þeir eru farnir að vinna miklu betur saman heldur en kannski fyrir svona 10-15 ára síðan. Og við erum að átta okkur á því, þetta snýst það að ná að búa til þessa hugmynd. Ég var ekkert á Egilsstöðum að tala fyrir 15 ára síðan og móðgaði þar held ég annað hvern mann eða jafnvel alla. Því að menn voru að reiði við mig, okkur ertu ekki að koma með farþega hingað austur á Egilsstaði. Ég held ég var hjá flugfélaginu. Og ég spurði bara í salinn, af hverju ætti farþegi að koma hingað til Egilsstaði í janúar? Og menn eru mjög reiðir yfir þessu hrókagikka sunna sem mætti þarna til að segja að maður vildi ekki koma til Egilsstaði.
Ég sagði að þið voru að misskilja spurninguna, því að ef að þeir get ekki svarað spurningunni eða við getum ekki svarað spurningunni af hverju fólk ætti að koma til Egilsstaða eða þá mun örugglega farþeginn ekki geta svarað spurningunni. Þannig að ekki gleyma því, við verðum alltaf að vera að búa til þessa hugmynd og þennan möguleika sem þarna til staðar. Til viðbótar þann stuðning sem kom fram hjá henni Valgerði í sambandi við Flugþróunarsjóðinn, þarna eru verulegir fjármunir, þetta skiptir verulegu máli, það kom einhvern tímann áðan spurning, skiptir þetta einhverju máli í stóru myndinni? Já, það gerir það. Þú getur mjög auðveldlega fengið þarna ef þú kemur með fullan rekstur inn á þessa staði, þá getur mjög auðveldlega fengið verulegan stuðning gegnum bæði leiðasjóð og markaðssjóðinn. En til viðbótar þá er Isavia að bjóða 3 ára samninga við flugfélögin og það er afskaplega góður afsláttur því að það er 100% afsláttur fyrsta árið, gerist nú varla betri en það. En síðan er hann stiglækkandi en í 3 ár eru flugfélögin líka að fá til viðbótar verulegan stuðning frá Isavia í formi niðurfelling á gjöldum. Þannig að þetta eru þó nokkuð mikil tækifæri sem þarna eru. Þetta er langhlaup, ég held að allir séu búin að segja það. Þetta gerist ekki hér á einhverjum 5 mínútum eða 10 mínútum, þetta gerist á löngu tíma og aftur maður er búin að vera svona hinum megin við borðið líka þar sem við höfum verið að skoða hjá flugfélöginu í áfangastaði og þetta er bara nákvæmlega sami hluturinn, það eru flest allir áfangastaðir að glíma við sama vandamál. En þetta er tilvitnunin í flugvallarstjóra sem spurði okkur að fara á rúts. Hann sagði bara, if you stop talking to them, we will no longer be in the radar. Það er bara einfallega þannig að við þurfum bara að láta heyra í okkur og vera tilbúin til þess að taka á móti fólki. Það er standandi heimboð frá okkur til allra að koma og við ætlum að vinna það með markaðsstofuna eins mikið og hægt er. Og ég er alveg sannfærður það að innan ekki svo margra ára þá verðum við frekar að tala að vandamálið verði það að þurfa að byggja frekar infrastruktúr á þessum stöðum og það verður bara skemmtilegt verkefni sem við gerum bara saman. Takk fyrir mig. Já, við þökkum Jóni kærlega fyrir þetta. Greinilegt að fólk á Isavia hefur trú á að þetta verði ekkert mál og þetta sé það sem koma skal og við skulum bara vera sammálaðir það. En næst ætlar Jóna Árný Þórðardóttir að koma hérna og segja okkur frá ljónum í veginum því að þetta er víst ekki allt saman dans og rósum eins og reyndar líka hefur komið fram. Þannig að við skulum fá aðeins sýn þeirra frá Austurlandi á málinu. Komiði sæl. Ég vil byrja á því að þakka kærlega fyrir það boð að fá að koma og tala hérna fyrir þennan góða hópa fólki. Ljónin í veginum, ég ákvað að setja spurningamerki þarna fyrir aftan vegna þess að ef til vill eru til lausnir á einhverju af þessum atriðum sem þarna koma fram en ef ekki þá er það bara spurningin að heyrist mér á öllum forræðunum mínum hérna í ræðupúltinu að það þurfi bara að einhenda sér í það að finna þær. En Jóna Árný heiti ég og kannski byrja hérna aðeins á myndinni. Ég reyndi að finna mynd af pusjó. Við erum alltaf að tala hérna dýrategundirnar og ljónin og hænan og eggið og þetta allt saman en ég komst ekki lengra en að finna mynd af skóta á Austurlandi. En allavega fyrir ykkur sem ekki þekki til, þá er Austurbrú stofnun á Austurlandi sem vinnur svona að hagsmunamálum íbúa landshlutans og kemur að bæði markaðsmálum, atvinnulífi, menningu og menntun, svo eitthvað sé nefnt. En jafnframt erum við í forsvari fyrir svokallað Efling Egilsstaðaflugvallar sem er verkefni sem við leiðum fyrir hönd sveitarfélaga á svæðinu og er eitt af skilgreindum sóknaráætlunarverkefni landshlutans. Ég ætlaði ekki að hafa neitt svakalega formála hérna, en mér langaði bara að fara beint inn í nokkur atriði sem hafa komið upp í þessu verkefni hjá okkur fyrir austan að eru viðfangsefni sem þarf að leysa og eitt af því er aðfangaverð fyrir vélar sem lenda á þessum völlum. Og þar kannski byrjum við fyrst á flugvélaeldsneyti. Það er óheppilegt þegar flugfélög eru að bera saman aðfangaverð gagnvart þjónustu á sínum vélum eða íhluti á sína vélar að eldsneyti sé dýrara bæði á Egilsstöðum og á Akureyri heldur en það er í Keflavík og Reykjavík. Þetta á sig vissulega skýringar
sem felst í því að birgðastöðin í Helguvík, það flutt á tankbílum á þessa velli. Flutningsjöfnunarsjóður á ekki við nema það sem snýr að innanlandsflugi eða innanlandsnotkun í rauninni á eldsneyti og þar hefur stærðar hagkvæmni veruleg áhrif. En þetta eitt af þessum atriðum sem þarf að leysa eða finna einhverjar leiðir á vegna þess að það erfitt að fara af stað og byrja á því að þurfa að segja, heyrðu, já, þú þarft að borga eitthvað aðeins meira þarna fyrir eldsneyti þarna heldur en á öðrum öllum. En þú kannski vinnur það upp með einhverju öðrum prógramum sem í gangi. En það kannski ekkert alltaf að virka vegna þess að samanburðurinn sem menn hafa frá öðrum löndum að það sé ekki þessi gríðarlegi verðmunur á milli valla. Þannig að þetta var svona eitt af því sem ég held að allavega eitt af þeim ljónum sem að þarf klárlega að ryðja úr vegi. Í gegnum verkefni okkar fyrir austan eigum við átt alveg gríðarlega gott samstarf. Bæði við þá sem að starfa á flugvellinum á Egilsstöðum og Jörundur flugvallarstjóri sem nú í dag hefur verið virkilega stoð og steytta í þeim málum sem snúa að vellinum sjálfum og eins þjónustuaðila sem hafa verið að vinna á vellinum og eins með Isavia og aðrar stofnanir. En áfangastaðirnir, ég ætla aðeins að koma inn á áfangastaðina eins og Inga Hlín minntist á áðan, áherslan hefur verið fram á þessu að markaðssetja áfangastaðinn Ísland. Og fyrir nokkrum árum, 2008, þegar var verið að byrja á þessu ferli að leggja áherslu á því að fá ferðamenn, þá var það nauðsynlegt að fara í átak. Núna sem betur fer áfangastaðurinn Ísland orðinn þekktur víða heim og ekki kannski eins þekktur og margir aðrir áfangastaðir en vissulega orðinn þekktur þannig að hann að leiða af sér töluverðan stóran hópa farþega sem hingað að koma inn. Ferðaþjónustan á Suðvesturhorninu hefur notið góðs af þessari gríðarlegu markaðssetningu af því hún nálægt stærstu alþjóðagáttinni og í þetta hefur verið varið umtalsverðum fjármunum af hendi bæði stjórnvalda og stórra ferðaþjónustuaðila sem þarna eru. Og eins og Inga kom aðeins inn á áðan, nú þarf svolítið að fara að fókusera betur á áfangastaðina sem að menn ætla að reyna að laða ferðamennina á til þess að stuðla að dreifingu ferðamanna. Var þetta ekki mjög pólitískt rétt hjá mér? Að reyna að vinna því að laða ferðamanna inn á önnur svæði og þar þarf fjármagnið að fylgja svolítið orðunum. Eins og staðan í dag þá það þannig að svæðin sjálf að draga vagnin í þessu og oftar en ekki það sveitarfélögin á þessum svæðum sem að draga vagnin í þessum efnum. Hvað varðar fjármuni til að standa straum af kynningu og markaðssetningu svæðana. Og það erfitt fyrir fámenn svæði. 10.300 manna svæði eða 30.000 manna svæði að standa svolítið eitt með þann kaling. Þó svo að samstarfi við aðra stofnanir sem mjög gott þá þarf að finna einhverja leiðir í þessum efnum. Hvort sem það breyttar áherslur í markaðssetningu fyrir landið í heild að færa okkur aðeins lengra út á svæðin eða hvernig menn gera það, menn þurfa bara að finna einhverja leiðir í þeim efnum. Það klart mál að þessi dreifing af fjármununum til að standa straum af þessari áherslu að laða ferðamenn út á önnur landsvæði, hún þarf að breytast svo að við fáum einhverja raunverulega breytingu fram. Við sem erum að vinna eins og Jón Karl kom inn á áðan, við sem erum að vinna í daglegum samskiptum við aðila sem snúa þessum flugvallarverkefnum vitum það þarf miklu meira til heldur en að senda tölvupóst með linka á heimasíður. Það þarf stórt, öflugt og mikið samtal við áhugasama aðila svæðin, hvað þau hafa upp á að bjóða og hvernig þau geta boðið þau fram inn í sínu vöruframboði á erlendum markaði. Ég ætla aðeins að koma inn á samvinnu kerfisins. Og
Ég ætla að byrja aðeins bara í tengslum við verkefni sem við erum búin að vera með fyrir austan núna í sumar. Til þess að leysa ákveðið vandamál sem meðal annars fólst í þessu aðfangaverði á eldsneyti og vandkvæðum að stilla áhafnaskipti á vélum, þá var ákveðið að Discover the World sem hafði áhuga á að fljúga í Egilsstaði, þá ákveða þeir að horfa til aðila sem væru þá þegar að fljúga inn á London, annan markaðinn sem þeir voru að horfa á að fljúga frá, og hins vegar fljúga til, sem væri líka þá að fljúga til Keflavíkur og athuga hvort það væri ekki hægt að búa til tengileið þarna á milli. Úr varð samstarf á milli Discover the World og Air Baltic. Þegar flugleiðin var sett upp, þá var það markmiðið að hafa beint flug á milli Egilsstaða og London og úr varð. En það sem kom sem möguleg hliðarafurð út úr því verkefni var að nýta flugleggi á milli Egilsstaða og Keflavíkur. Og þá komum við inn á þetta sem að Jón Karl var að minnast á áðan, möguleikin á því að nálgast markaðinn sem nú þegar í Keflavík. Þetta var semst raunverulegt tækifæri sem menn vildu reyna að komast að og nýta. Í upphafi, strax síðastliðið sumar, þá teldi menn að þetta yrði nú kannski ekki mikið mál að samnýta þetta í þessu flugi, vegna þess að meðal annars að þetta þekkt módel víða heim. Þetta módel rekur meðal annars Icelandair þegar það flýgur Keflavík, Manchester, Glasgow, þannig að meira segja íslensku flugfélögin þekkja það módel að vera með innanlandsvegg og tengja það svo við, vera með millilandalegg og nýta svo þá hliðarafurð á öðrum velli sem innanlandslegg. Vandinn kannski fólst í því að það engin nýtt svona lausnir á Íslandi. Og þannig að þetta var ákveðna svona nýsköpun í kerfinu að ræða og nýsköpun fyrir alla þá sem hafa farið inn í það umhverfi erfið. Flugi sem að Icelandair hefur verið með hingað til Akureyrar, þá hafa það verið millilandafarþegar sem hafa fengið aðgang að flugleggjum á milli Keflavíkur og Akureyrar, en þá eingöngu þeir sem hafa verið að fljúga áfram þá með Icelandair. En þarna lentum við í smá vandræðum því ekki var til nein aðstæða á Keflavíkurflugvelli sem gæti þjónustað innanlandsflug og eins virtist möguleikinn á því að blanda saman innanlandsfarþegum og millilandafarþegum ekki vera fyrir hendi á þessum flugvelli, þrátt fyrir að það sé fordæmi fyrir slíku á nánast öllum öðrum völlum út í heimi. Aðgreining á milli farþega þegar kom af tollfrjálsum varningi virtist vera það sem á endanum stóð í kerfinu. Það var ýmsir aðilar sem blönduðust inn í samtal það hvernig væri hægt að leysa þessi mál og við áttum virkilega góða samvinnu við alla sem þar koma máli, en þetta var flókið mál að leysa. Og inn í þetta samtal komu Isavia, Samgöngustofa, tollstjóri, breskar sendiráðið, hin ýmsu ráðuneyti sem voru með túlkanir og hin ýmsu lögum, þjónustu aðilar bæði á vellunum á Egilsstöðum og í Keflavík, fyrir utan svo okkur í Austurbrú. Þannig að það þurfti að leggjast yfir málin, bæði lagalega og framkvæmdarlegum sjónarmiðum á öllum þessum vígstöðum. Tímabilinu, ég var að fara yfir þetta samtal í aðdraganda þess að flytja þetta erindi. Tímabilinu frá október 2015 til loka maí voru tölvupóstsamskiptin þau fylla yfir 100 blaðsíður sem gengu milli aðila við það að reyna að leysa þetta tiltekna vandamál. En lausnir sem boðið var upp á til þess að gera þetta framkvæmanlegt þótti ekki ásættanleg þegar kom að upplifun farþegans. Og aftur komum við á það að sá sem skiptir máli í þessu og við erum að reyna að laða að og hafa ánægjan í heimsókn til okkar á Ísland eða Austurland eða Norðurland, hann þarf að upplifa það að ferðalagið sé líka ánægjuleg reynsla. Þannig að niðurstaðan var svo að það var ekki nást saman. Reynslan af þessu birtist greinilega í setningu sem einn af okkar erlendu ráðgjöfum lét falla og ég ætla að lesa hana aðeins hérna og bara fyrir okkur öll til umhugsunar. I must say I'm a bit surprised that we are now looking at a scenario that is quite far off from the latest that was sent to us as the one that all contacts agreed to. And I'm glad we double-checked on all details again.
It seems that there are different people with different opinions discussing the same thing but coming to completely different conclusions on what is possible and what is not. Við þurfum að laga hjá okkur ef við ætlum að laða að flugfélög og það fannst mér vera markmið með þessari ráðstefnu hérna í dag að tala það hvað við getum gert betur til þess að standa okkur betur í þeirri viðleitni okkar að fá inn aukinn ferðamannastraum á þessu svæði. Að þá þurfum við að laga svona mál saman. Eins og Jón Karl kom inn á áðan og fleiri hafa komið inn á, þá þurfum við að passa okkur að gleyma ekki hvað það sem við erum að selja. Við erum að selja hugmynd það að koma beint til Egilsstaða og Akureyrar, feli í sig möguleika á að upplifa svæði innan áfangastaðarins Íslands sem einstakt. Og á þeim grundvelli þurfum við að laða að flugfélögin sem síðan laða að viðskiptavinina. Og á þeim grundvelli þurfum við að byggja upp vitund og áhuga flugfélagana á okkar áfangastöðum. Takk fyrir. Já, við þökkum Jónu fyrir þetta. Þetta eru vissulega hlutir sem við þurfum að horfa til því að eins og ég segi, þetta þarf alltaf að ganga smurt fyrir sig og það þarf að vera auðvelt að komast hingað. En þá komið að síðasta erindinu í dag, áður en við förum svo í pallborðsumræðurnar og þá ætla ég að skipta yfir í ensku því að það gestur okkar kominn hér frá Svíþjóð sem ætlar að segja okkur svolítið frá þeirra nálgun á því hvernig þeir gera hlutina. I want to next welcome Robert Lindberg, Managing Director of Skellefteå Airport in Sweden, and he's going to tell us a little bit about how they do things over there. Robert, please. Okay, this is the first. Yeah. Maybe. Oh. My son loves Harry Potter, so I have trained from him. Thank you for inviting me to your beautiful country. It's been a pleasure. I've been here for 24 hours now, so it's been. I was stunned when I flew over and went into the airport of Akureyri. It was so beautiful, and I come from northern Sweden. It's quite beautiful as well, but I think you win. I'm going to talk about the journey we have done, but also some things about courage and changing the world, I think. Skellefteå Airport, I use Skellefteå Airport rare, mainly for our municipality and politics. I use Winter Airport, Lapland Airport, Arctic Circle Airport, Green Airport. I own all domains, so you can stop Googling. Even n.no in Norway. I've been working with Dag and Avinor quite a lot, so he's really pissed that I've taken Arctic Circle Airport.no. Excuse me. About 10 years ago, the Swedish government took a decision that maybe was a little bit, it was really, really bad, but I can be political correct or not. But it was that the system in Sweden that we have 50 airports, 10 of them would stay in the government-owned Swedavia. I worked for Swedavia since 2001, so I've been airport director for some airports. But Skellefteå was not one of them, and we didn't want to be one of them. We wanted to go. We wanted to have the business in our own hands. We wanted to develop air traffic by ourselves and not by some department at Arlanda. And should I stay or should I go, was the expression we had, but also
what I should do as an airport manager. Should I stay at my chair at the office, or should I use these two, the legs? And I was so impressed when you said that if you don't talk to them, we don't have them in the radar. Because a lot of the airports, the airlines have this type of map. I've seen it 100 times. And Skellefteå isn't there. It's really short, and Iceland isn't there. Sometimes I find Iceland somewhere else in the map. You have seen that. They put it as it suits them. My name is Robert Lindberg, and I'm CEO at Skellefteå Airport, and I'm also CEO for a real estate company in Sweden that is municipality owned. It's not a good solution, but I've had the job for a short while. It has been 3 years now, so we'll see how long it will take then I get back to only the airport. Skellefteå Airport was established 1961, owned by the LFV or Swedavia until 1st of April 2010. Then it was owned by the municipality. About 320,000 passengers, 50 employees. We had 9 destinations, charter mainly. SAS to Arlanda is our main carrier. And then we had, and I'm so sorry that we lost Ryanair traffic. We had both Barcelona and to London. We lost the London route in 2015 due to lack of aircraft. It was a really good load factor. It was really good yield. But unfortunately, the map, the flight time to Skellefteå is like you guys, it's quite long. And they could fly 2 times to Brussels at the same time. I used to have this picture of Skellefteå when I talk to airlines. Sweden, largest municipality, coastal municipality. We are quite rich. We have about 90% of the gold that produces in Europe. So it's nice. And then I say also the link to Europe's last wilderness, but I can't be wrong. I'm really, really in a tough place just now. What we have is so, I come back to that, but you have gone so much further than we have. We have some companies that are mature in the tourism business. We have the Ice Hotel, we have the Tree Hotel, we have the Abisko National Park, and so, but we have quite few. You have 100 times more than that. You are so much in front of us, but we are proud of that. Change. If we do what we always do, we don't get any further. And I love this picture. Everybody wants change, but it's few who wants to change. When I get out of my costume and go and become a consumer and go to a shop to buy a flat screen TV or a new car or whatever, I demand that those people are pushing forward and develop and come with new telephones. iPhone 7 was presented last week. The same thing do the inhabitants in Skellefteå put on me. I have to develop. And I mean that everything is under development or liquidation. There is no keeping. Keeping is a dangerous strategy. Keeping is just a small state between liquidation and development. And I mean that everything is under development or liquidation. My relationship, my work, the airlines, if you think that you can keep anything, it's going to slowly go to liquidation. And I'm using a humoristic speak to say that if I come to my wife and ask her, Angelica, do you love me? And she answers, love you, and going to keep you. It's not going to be any success in the future. What we have done,
is that we have gone from state-owned airport to municipality-owned airport. We have the ATS, the air traffic control, has been, we have competition in that in Sweden. We have 2 companies, and ACR won the last proclamation and we saved 30% on the air traffic control. We have taken over the passenger handling from SAS, so we have all the passenger handling. We have the business development in our own decisions, and we run the airport in things that we call basic airport. And it's not like this chart, but you can understand it can be quite messy. But the perspective is that we go with the flow. When the passenger come to the airport and check in, it's about 1 hour before the flight comes. It's in Sundsvall. It's halfway to Skellefteå. So the people can work in different spaces, and that's say we can reduce staff and reduce costs. And in the economic sense, now it's real tough figures to see this, but Skellefteå is on the left, and the other airports, it's a lot of Swedish airports. We can see that the basic airport has had an impact on the cost of managing the airport. And why? Why are we doing that? For these guys, for this family. This is our customer. This is the most important people that we know. This is the family that travels from your airport or our airport. And everybody else is our partner. Everybody else is our partner in this, to keep this family as happy as possible and get the right service on the right time. And it gets a value for the region. The first is in Swedish, a question that we asked to our 100 main companies, that a growth for our company is direct, independent that there is an airport. So as you see, it's the airport is at value for the companies. The lower is the direct value for the airport, not the value for the companies, the value for the taxpayers, the municipality. And as you see, this is hard facts. If I say for Boliden or some big companies, the value is, then you put in a lot of zeros behind. It's going to be really, but it gets so tough for the politicals it gets so big numbers. So, but this is hard facts. This we know gets in the hands of the municipality and the region and the state. And we also calculate what an airline like Ryanair does for the region. And for us, one season with only 20% incoming, but it is quite good for Swedish perspective. We had 10.8 million Swedish crowns in regional income. By doing that, we have increased passengers by 95,000. And it's still a monopolistic situation with only one domestic airline. Probably one of the expensive places to travel to in Sweden. We have done that with loyalty and with campaigns that we can maybe get new airlines coming when you are loyal to the airport that you belong to. Is it ups and downs? Yes. It's many ups and downs. To get their own airport, it's a regional perspective. It's good. You're quick when you take decisions. I need to call 3 people when I'm going to invest in some airline. But it's expensive. And
lately we have had a lot of trouble, shall I say, with the EU by that we are own companies and not in a big group of airports. Air traffic control, the benefit of that has been that it's lowered the cost. But we are lack of the resources that LFV as a provider had. Passenger handling has been really, really great for us. It's for that sake, it's a cost because it's getting us about 1 million in profit. And also, when I come home with a new airline that is going to start from Skellefteå, I don't have to negotiate with the handling company. The handling company is myself. So when I negotiate with an airline, we are done when we are done. In Sweden, and I hope for God's sake you're not discussing taxes on flights. Norway has put on taxes on flights, and in Sweden there's going to be a proposal for the government in December. That this will cost 37 million for the inhabitants and the companies for only Skellefteå. It's about 4 times the cost of operating Skellefteå Airport annually. I didn't know that you have a friend city for Akershus in Västerås. I didn't know, I swear with God. But what I'm a little bit worried about is this. And it's Västerås. And I didn't know. Västerås has had an agreement with NextJet, and we don't know the figures, but in the what they offer, the NextJet wanted 290 million Swedish crown for 4 years of driving traffic from Västerås to Helsinki. This is a terrible development if we're going to pay a hell of a money for having traffic in the future. I understand that we have to share risks with airlines. It's common sense, but this type of money is really, really tough. When you share risks, you can also have success. This is from today's, it was in Flight Review in Sweden. It's Kalmar, who have said that they've put in 3 million Swedish crowns to sports tourism and gain 90 million back. And I thought of you when I saw this picture. What we have done in Skellefteå, now I'm going to go down. I think we need to have a master plan. So we created a master plan. And why? The environment will be more and more important for our kids, our next generations. We have a global growth that will increase many, many times. We have an expansion of air transportation. It's new aircraft coming in a rate that it's mind-blowing. We will change travel patterns. In Skellefteå, we have been traveling to Stockholm, to Stockholm, to Stockholm, to Stockholm. But it's only that we have created that pattern. Now we see more like Helsinki for Asia. We see Oslo, we see Copenhagen, and maybe Frankfurt, and maybe in the future, Dubai. 2030, will the top 20 airports look like this? The most of them will be in Asia, where the middle class will grow. And the growth of long-haul and short-haul traffic will grow by 2.4 to 2.8 times. Of course, it will come to you as well. The main growth will, of course, happen in China and India, but it will come to you.
people are looking for new destinations, not airports. And I think that in the future, they are not going to swim. For those who are living in India doesn't want to go bath. They will go up here to snowmobile and skiing. Our master plan has included a lot of things, but we have taken the decision. We are now in a project that opened our own travel service, and the board of directors had taken the decision to extend the runway so we can handle new traffic, and we will build a new terminal. This is for 2030, but we will do it now, so we will be prepared for the development that we think will come, and it will come to you as well. My reflections when I came here and when I talked to you before this seminar, and when I met Jordis and Hjaldi and at Roots 2 years I met them. Really great that you are being visible. I think that you have done a great job. You have done so much more than we have done in Skellefteå and in northern Sweden. You have a mature tourism business. You have tourism companies that knows what tourism is about. You have the know-how. You have a fantastic nature. It's an exotic destination. You have packaging, hotels, and regional engagement. This is the hard job. You have done the hard job. Now you only have the easy part left. I think I'm a little bit jealous because we don't have the things that you have. We maybe have a little bit of know-how, but we don't have the tourism companies. The logistics. I will tell you a little story about last night when I came here. I think, and now please, I don't want to go in a debate, but I'm only myself, and this is my opinion, because I came I think I flew 2.5, 3 hours from Stockholm. I came here, I waited about half an hour for a bus. I sat in a bus for 1 hour before I came to a bus station where I was supposed to take another bus. At that time I was late for a meeting, so I get in a taxi to go to the meeting, and then I go to another airport to go to Akureyri. I think that in the future, if I will be tourism and go up here or some other places, I will need to go from Keflavik. It's my opinion. It was quite a terrible journey before I get to the other airport in Reykjavik. Charter. I started for 3 years ago. Do you know Ullared? No? Ullared is a big shopping mall in Sweden that has its own TV series. They have really low price of clothes and stuff. And we started charter to Ullared. We sold out 2 fast flights in 1.5 hours. It will be no problem to sell charter up here. It will be no problem. And why am I saying that? Yes, from Skellefteå and from Umeå and Luleå, our neighbor cities, we have 7 flights a week to Turkey from around 500,000 inhabitants. It won't be any problem to have a charter from London, who has 13 million people, up here. There ain't no problem. Low cost. I'm in favor of low cost. Some are in favor, some are against. I have had a lot of good experience with Ryanair. And I think Keflavik has EasyJet and Wizz Air and WOW. I think they are driving more traffic and more tourism to the regions. I think Iceland is Iceland. And as I said, when we have tourism coming, they don't come from London to Skellefteå for the shopping.
don't come from Barcelona to Skellefteå for the shopping. They come from the nature. We had to let them go. Everybody that came to Skellefteå wanted to go past the Arctic Circle. And then people said to me, why are you letting them out of your municipality? And I looked at them and said, when you were in Turkey last year, which municipality were you in? Does they have municipalities? I don't give a shit. And they are in the North Pole or in Scandinavia or something. They don't, if we had to let them go because they have to put out money all over the journey. And then they come back and travel out from Skellefteå again. Marketing. I didn't know what you had. I didn't know about the skiing. I didn't know about all the things that you are so good at. I have been texting my mayor, my friends. I've been putting out on Facebook how beautiful this is. I think marketing is really crucial for the future. And where and what to invest. You have to have the courage to choose. In Sweden, we have 50 airports. I think that 20 of them has to go. We have some airports that has 2,000 a year passengers. 2,000. We have to take the decision where and what we will invest on. I took my figures, it's only my figures, and put in. And so what will one charter flight with 100 guests be in Swedish kroner here in Akeri? It will be 600,000. And what will a low-cost flight with 80% of load factor and 75% of incoming when they stay 3 nights, what will that amount of money be? 51 million every year. This is my figures. You have to do yours. The best way to predict the future is to create it yourself. And I love the expression of Mario Andretti. If everything seems under control, you are not going fast enough. It's been a pleasure to be here. Thank you for your hospitality, and I will love to come back to you. Thank you.